Komið sæl. Við Gunnar ætlum að eiga hérna samtal velsæld starfsfólks. Þetta ný nálgun á mannauðsmál sem við ætlum að reyna að gefa ykkur aðeins innsýn hérna inn í. Þetta risavaxið verkefni. Ég vona að þið hafi gagn af þessu samtali en Gunnar... Engin pressa. Engin pressa. Sko, Landspítalinn ekki bara stærsti vinnustaður landsins. Þá hefur líklega engin vinnustaður á landinu farið í gegnum aðrar eins þrengingar, önnur eins verkefni og undanförnum tveimur árum. Hvernig blasir þetta verkefni við þér svona í kjölfar faraldursins? Hvernig blasir þetta við mér? Við erum í Brekku. Ráðherra sagði bras, það er smá bras á okkur. En kannski áður en ég svara því, ef ég væri þjálfari og hérna, Willum hefur komið 5 mínútum sent í leik. Ég sett hann á bekkinn. Þannig að hérna, en við erum í Brekku og hérna, við erum náttúrulega búin að vera þessi 2 ár, við erum búin að vera að reyna náttúrulega að bæta flæðið, við höfum hugsað mikið fjármál, við þurfum að bæta einu F við þurfum að hugsa fólkið okkar líka og við sjáum bara það að hérna, starfsánægja á niðurleið. Willum sagði að við erum frábær, starfsánægja á niðurleið. Það eru rauð ljós hjá okkur. Það er náttúrulega skortur á heilbrigðisstarfsfólki. Það er mikið álag, það er mikið kulnun, það er mikið streitu. Við sjáum náttúrulega að búið mikið veikindi, skammtíma. Við sjáum meðallengd veikindi aðeins að aukast. Við sjáum hins vegar ekki eins og staðan er núna að langtíma veikindi sé aukast. Starfsmannavelta á uppleið. Koni 18% og talsvert há hefur verið kannski kringum 13. Koni 18%. Við vorum að gera hérna, vorum að taka þátt í könnun þar sem kemur fram að ímynd og stolt okkar á spítalanum, okkar eigin fólks, okkar sem erum hérna inni er á niðurleið. Það er svona ákveðið ágefni. Það er líka verið nefnt hérna að inn í hennan faraldur gerum við náttúrulega stærstu breytingar á vinnumarkaði í 50 ár. Við styttum vinnuvikuna. Göfugt markmið og ég held að það sé komið til að vera. Þurfum að snúa náttúrulega af ákveðna agnúa. En þetta voru mikla breytingar og inn í þetta COVID-umhverfi sem við vorum í. Við erum að koma út úr. Og það náttúrulega setti ekstra álag á okkur öll. Og ég held að við getum talað kynslóðir líka. Við sjáum að það eru nýjar kynslóðir að koma. Og þegar vinnuvikan er stytt, í staðinn fyrir að bæta við sér starfshlutfall, þá er fólk frekar að hugsa ákveðin sveigjanleika. Af því að það er að vinna náttúrulega mjög erfiða vinnu, krefjandi vinnu, þannig að það vill geta stýrt sínum tíma aðeins betur. Akkurat, en við erum búin að ramma eins inn þessi stóru og miklu verkefni og það liggur við að manni fallist hendur þegar þú teiknar þetta svona upp. En það er mikill hugur í spítalanum og stjórnendum hans að snúa vörn í sókn. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að gera það, að snúa vörn í sókn og byggja upp mannauðinn á spítalanum? Sko, ég er náttúrulega brjálæðislega bjartsýnn og það er náttúrulega ekki hægt annað en að vera bjartsýnn. Og við erum náttúrulega við erum með 6.500 starfsmenn, við erum stærsta fyrirtæki landsins. Við erum með 1700 nemendur. Vitið þið hvað við erum marga sem við erum með háskólapróf? Af þessu 6.500. Eitthvað að giska? 4.000. Vitið þið hvað við erum marga doktorsnema, sem við erum með doktorspróf? 200. Við erum með 700 sem eru með masterspróf. Þannig að við erum ekki bara stærsta fyrirtæki landsins eða stærsta stofnun, við erum stærsta þekkingafyrirtæki landsins. Það er náttúrulega magnað afl sem er hjá okkur. Og ég veit að náttúrulega fólk sem hefur þennan bakgrunn, það er kröfuhart. Og við þurfum að standa undir því. Þessi náttúrulega fyrirsögn, velsæld starfsfólk og ný nálgun á mannauðsmálum, þetta er stór fyrirsögn
Og við erum bara þessa dagana, þá erum við að endurskrifa mannustefnu spítalans. Og það eru svona ákveðnir þættir þar og við sjáum það bara að við sem stofnun þurfum að tengjast okkar fólki miklu betur. Og fólk þarf að upplifa það að við séum að hugsa það. Og ekki bara fjárhagslega, heldur líkamlega og tilfinningarlega líka. Þurfum að tengjast í betur. Við þurfum að efla stjórnendur okkar til þess að fara þessa vegferð. Þannig að það er margt sem við getum gert. Það er ein tala sem ég langar að nefna líka hér. Fyrir utan þessa tölu sem ég var að nefna núna áðan. Og þetta er lykiltala. Og þetta er tala sem ég vil að allir muni og Willum og Runólfur og allir, þeir verða að muna þessa tölu. 85%. Rúmanýting. Það er lykillinn. Við getum verið hérna og talað okkur blá hvað við ætlum að gera ef við náum ekki þessari tölu. Við verðum að ná 85% rúmanýtingu. Annars erum við bara, annars heldur bara bilunin áfram. Við verðum að ná þessu niður. Eitt sem við eigið að muna, þessi tala. Verðum að ná niður. Það er fullt af grunnatriðum sem þurfum að laga. Við þurfum að hugsa stórt. Við getum ekki beðið eftir nýja spítalanum, nýja húsnæðinu. Við þurfum að byrja að hugsa stórt strax. Bara búningsaðstaða. Þegar starfsfólki kemur til okkar, við erum að taka við nemum og við erum kannski með sama, við erum með sikkur kynið að fara inn í sama búningsklefann. Það eru þessi atriði sem við þurfum að laga núna. Og við erum að vinna í þessu og þetta þarf að taka, þegar fólk kemur inn, við þurfum að taka, það þarf að finna að okkur þykir vænt það. Það eru þessi atriði sem við verðum að laga. Annað, að því að við vorum að tala bolta og svona myndmál, mér finnst rosalega sárt að sjá að við séum ekki stolt af okkar vinnustað. Og mér finnst alltaf mikið horfa á það neikvæða. Og þetta er svona eins og við varum í fótbolta eða handbolta og erum búin að fá 2 mörk á okkur. Og það er allir að tala það, við erum búin að fá 2 mörk á okkur. En við gleymum að horfa hinum inn á töfluna. Við erum búin að skora 100, við erum 102 yfir, við erum ekki 2-0 undir, við erum að vinna, það er 98% sem er svo frábært hjá okkur. Tökum augun af þessum 2 mörkum sem við erum búin að fá á okkur og horfum á þessu 100. Við þurfum að byrja á því. Þannig að það er lykill. Og það sem ég hef upplifað aðeins hérna, og auðvitað er þetta alls staðar, þetta við og þið. Og þetta er flókið umhverfi, 6.500 starfsmenn og allt þetta er mjög flókið. 30 eitthvað stéttarfélög. 250 deildir, fullt af sviðum, fullt af kjörnum, fullt af byggingum. Þetta er bara svolítið við og þið. Við þurfum að í framtíðinni, það verður bara að vera við. Og ég heyrði skemmtilega sögu, eða partí og eftir. Hver er alltaf mæti partí? Ég hef sagt, Gunnar, ég skal segja það söguna hvernig partíin byrjuðu. Og það var nú smá vesen. Því að það var, Fossvogur og Hringbraut voru með sikkvort partíið. Og þetta var alltaf meiri háttar að samþætta bara hvernig við myndum halda upp á partíið, áramótapartíið. En núna erum við að halda upp á vorpartí, allir búin að gleyma því. Það er svona gott dæmi samþættingu. En þetta er ekki það eina sem er búið að gerast, en við þurfum að halda áfram á þessari vegferð. Það sem ég langar líka að segja, að varðandi við og þið, við erum með stéttarfélög og ég ætla að segja hérna að við erum með læknafélagið, við erum með hjúkrunarfræðinga, við erum með sjúkraliða. Hversu oft höfum við sem stofnun hitt þessi félög saman og tala við þau? Vitið þið hversu oft? Stórt 0. Þetta er fólkið okkar. Við höfum aldrei hitt þessi félög saman. Eftir 2 vikur, eða á næstu 2 vikum, eru allir aðilar búin að samþykkja að hittast og setjast niður og ræða saman. Og ég var að spyrja, hvað á að ræðum? Ég bara veit það ekki. Ég ætla að vera með tóma töflu, tómt blað
og við bara spjöllum saman. Við erum að fara út úr COVID, við erum að fara inn í post-COVID og við gerum þetta ekki nema að fara saman í gegnum þetta. Þannig að byrjum á því að tala saman. Glæslegt, Gunnar, við erum bara fallin á tíma. Ég held að þetta sé, hann bara horfinn tíminn, fór slétt með þetta. Ég held að þetta greinilega risavaxin verkefni. Ég er rétt að byrja. Já, það bara, þú verður bara í partíinu hérna niðri, þá verður út í horni og heldur fyrirlestur. Ég verð hérna með blaðið mitt, þið eru ykkur velkomin. Herðu, þið eru frábær, takk fyrir. Við þökkum fyrir gott hljóð og gefum fundarstjóra orðið.